Læknar vildu en fengu ekki að tilkynna lögreglum ítrekað ofbeldi sem kona beitti foreldra sína mánuðum saman. Formaður Læknafélagsins vill rýmri heimild til að kæra ofbeldismál til lögreglu. Flateyringar sem lentu í snjóflóðinu 1995 kalla eftir sambærilegri rannsókn og í Súðavík. Það snúist hvorki sanngirnisbætur né að finna sökudólg, heldur hvaða lærdóma eigi draga af atburðinum. Traust almennings til þjóðkirkjunnar rýkur upp og ánægja með störf biskups hefur ekki verið meiri í yfir 20 ár. Biskup segir mikilvægt að kirkjan taki þátt í samfélagsumræðunni. Deila Kína og Japans vegna ummæla forsætisráðherra Japans Taívan er með þeim verri í langan tíma. Ein birtingarmynd þess er að síðustu risapöndurnar sem eftir eru í Japan verða sendar til Kína í janúar. Notað er betri en nýtt, sagði einn þeirra sem var að kaupa jólagjafir í Góða hirðinum í dag. Þar hefur veltan aukist 20% yfir jólamánuðina milli ára. Komiði sæl. Kona sem í gær var dæmd fyrir að verða föður sínum að bana beitti foreldra sína ofbeldi mánuðum saman. Læknum og heilbrigðisstarfsmönnum var óheimilt að tilkynna það til lögreglu. Formaður Læknafélagsins vill rýmri heimild til að tilkynna ofbeldismál. Margrét Halla Hansdóttir Löf var dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að verða föður sínum að bana og fyrir að beita foreldra sína grófu ofbeldi mánuðum saman. Læknar sem foreldrarnir leituðu til í aðdraganda andlátsins vildu tilkynna ofbeldi til lögreglu en máttu það ekki þar sem foreldrarnir vildu það ekki. Varandi sjálfráða fullorðið fólk þá megum við ekki taka fram fyrir hendurnar á því með þeim hætti eins og staðan er í dag. Fram kemur í dómnum að læknar og sérfræðingar lögðu hart að foreldrunum að leita til lögreglu. Þar segir meðal annars að faðirinn hafi ekki viljað kalla til lögreglu því þá fengi hann að finna fyrir því. Fórnarlömb heimilisofbeldis gætu veigrað sér við að leita sér aðstoðar heilbrigðiskerfisins ef að þau vita að læknar eða annað heilbrigðisstarfsfólk muni fara áfram til lögreglu þvert á þeirra óskir og það má ekkert koma í veg fyrir að fólk leiti sér aðstoðar þegar það er meitt eða slasað. Steinunn segir þó brýnt að læknar fái aukna heimild til að tilkynna ofbeldi, sér í lagi ef skjólstæðingar eru háðir kvalara sínum. Við búum við ákveðið lagalegt tómarúm þegar kemur að eldra fólki sem er sannarlega öðrum háð vegna heilsubrests og þá oft heilabilunar. Það er auðvitað í sérstaklega útsettri stöðu og ef að heilbrigðisstarfsfólk eða aðrir verða varir við eða gruna sterklega ofbeldi eða aðra tegund misnotkunar, það getur verið vanræksla, fjárhagslegt ofbeldi og bara ýmsar birtingarmyndir, þá höfum við í dag engan farveg til að bregðast við og við verðum bara að fá einhverja úrlausn við þessu að við höfum eitthvað regluverk til að halla okkur upp við til þess að geta gripið þetta fólk. Grískur maður sem er í gæsluvarðhaldi í tengslum við mannslát á Kársnesi í Kópavogi í lok nóvember er grunaður manndráp. Varðhaldi var framlengt 1 mánuð í dag. Lögregla hefur frá í lok nóvember rannsakað andlát portúgalsks karlmanns í fjölbýlishúsi á Kársnesi í Kópavogi. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfirlögregluþjónn, segir til skoðunar hvort mannslátið tengist uppgjöri í undirheimum. Lögreglan baði í dag myndefni frá vegfarendum sem fóru bílastæði við Kópavogslaug og göturnar Skjólbraut, Borgarholtsbraut, Meðalbraut og Kópavogsbraut föstudaginn 20. og 8. nóvember frá klukkan 18 til miðnættis. Ævar Pálmi telur nauðsynlegt að lögregla fái þetta myndefni til þess að varpa ljósi á málið. Traust til þjóðkirkjunnar hefur ekki mælst meira í 17 ár. 47% aðspurðra í nýjum þjóðarpúlsi Gallups segjast nú bera frekar mjög mikið eða fullkomið traust til hennar. Þetta er mikil breyting frá síðustu könnun í september fyrir 2 árum, þegar það var 28% og hafði aldrei mælst lægra. Traust til kirkjunnar mældist yfir 50% framan af öldinni, en féll töluvert eftir efnahagshrun eins og traust til margra stofnana samfélagsins. Nýr biskup hefur tekið við frá síðustu mælingum, en hverju þakkar hún þessa breytingu? Við höfum undanfarið verið að draga frá og opna fyrir og sýna allt það
mikla starf sem framfer í þjóðkirkjunni og það sem þjóðkirkjan stendur fyrir og ég myndi segja að það hafi tekist ágætlega núna undanfarið og það hefur gert til dæmis með því að nýta alla miðlana okkar betur og með því að reyna að vera sýnileg og taka þátt í samfélagsumræðunni og svona, já, bara því sem að gerast hjá þjóðinni. Lítum líka á ánægju með störf biskups. Karl Sigurbjörnsson naut mikillar hylli framan af, 85 til 62% voru þá ánægð með hann. En hún hrundi þegar umræða reis hvernig kirkjan hefði tekið á ásökunum gegn Ólafi Skúlasyni forvera hans. 45% voru í upphafi ánægð með störf Agnesar M. Sigurðardóttur en ánægjan dalaði mikið og undir lok skipunartímans þegar Agnes var í ólgusjó og deilt umboð hennar og formlegt hæfi var ánægjan í lægstu lægðum, aðeins 11%. Ánægjan við Guðrúnu nú er 5-falt meiri, 57%, svo mesta í 21 ár. Ég þakka fyrir það, ég er sjálfsögðu mjög ánægð með það. En þróunin hefur verið þannig að ánægja með störf biskupa, hún hefur dalað töluvert eftir því sem líður á skipunartíma þeirra. Hvað ætlar þú að gera til að koma í veg fyrir að sú þróun verði aftur þannig? Einmitt og það er eins og þetta gera alveg ráð fyrir því. En það sem ég get sagt er að það sem að við getum gert er að halda áfram að vera svo kirkja sem við erum kölluð til að vera og gera okkar besta hverju sinni til þess. Með Guðs hjálp. Það gildir einu hvernig könnunin er brotin niður á hópa. Ánægja með störf biskups eykst í þeim öllum frá því fyrir 2 árum. Hún mælist yfir 40% hjá öllum öðrum en stuðningsmönnum Miðflokksins og þeim sem segjast ekki mundu kjósa, þar sem hún er 22 og 24%. Þá fækkar þeim sem segjast vilja aðskilnað ríkis og kirkju. 48% eru nú hlynnt í samanborið við 55% fyrir 2 árum og 28% eru því andvíg samanborið við 19% áður. Könnunin var gerð 30. október til 27. november, heildar úrtaksstærð var 2815 og þáttakuhlutfall 43,5%. Fjölskylda sem lenti í snjóflóðun á Flateyri 1995 vill samskonar rannsókn og nýlega var kynnt Súðavíkurflóðið. Nú séu liðin 30 ár og ekki hægt að bíða mikið lengur. Við bara skiljum í raun ekki af hverju það er ekki hægt að skoða okkar snjóflóð líka. Sóley var 11 ára þegar snjóflóð féll á Flateyri. Hún fannst í rústum húsfjölskyldunar og var bjargað úr snjónum. Vissirðu hvað var að gerast? Já, ég vissi leið. Hvernig vissirðu það? Ég hafði mikið hugsað þetta. Líka snjóflóð í Súðavík. Það er náttúrulega svolítið áhrif á þetta og við hefum náttúrulega talað einhver þetta í skólanum og þannig. Það liðu 9 mánuðir milli þessara mannskæðu flóða. 14 létust í Súðavík og 20 á Flateyri. Af hverju var ekki hættulínan færð neðar eftir snjóflóð í Súðavík? Voru allar heimildir notaðar og sögur til að skoða hvar hættulínan ætti að liggja? Sóley fylgdist með upphafi kynningar á skýrslunni Súðavík. Hún varð að stíga frá vegna minningana sem umfjöllunin vakti. Í fréttum Bylgjunnar sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir ekkert benda til að skipa þyrfti sambærilega nefnd Flateyri. Og svo kemur í raun þetta næsta högg sem var að lesa að það væri ekki ástæða til að skoða Flateyrarflóðið. Ég upplifði það bara sem mjög mikla höfnun. Sóley bendir á að 1984 skoðaði Erik Hestnes, norskur jarðfræðingur, aðstæður á Flateyri og kynnti sér ofanflóðasögu þar. Hann varaði við hættu á stóru snjóflóði. Og þessi maður var bara kallaði vitleysingur. Og þetta er bara sögur sem ég ólst upp við. Að heyra bara gert lítið úr hættunni, endalaust. Og svo bara lendi ég í þessu. Og ég svaf náttúrulega bara og hélt að ég væri örugg. Þegar veturinn kom þá var alltaf verið að tala snjóflóð. Þau komu bara niður hlíðina bara alltaf eftir þetta mikla snjókomu. Eiríkur segir ýmsar sögur heimamanna hafa bent til þess að hætta væri á snjóflóðum í byggð. Þrátt fyrir það var búið að skipuleggja frekari byggð ofar í hlíðinni, líkt og í Súðavík. Og hvers vegna mátti ekki tala þetta? Af því að það er svona pólitík í þessu. Ef þú viðurkennir þessi partur af byggðinni sé í hættu og tekur hættusmarkinn fyrir neðan þau, þá eru þau eiginlega ónýtt. Þá var svitafélagið að kaupa þær.
Fjölskyldan fagnar rannsókninni sem gerð var á snjóflóðinu í Súðavík. Ég var ánægð með það að þessi skýrsla er komið fram og búin og menn eftir að svo vinna eitthvað úr henni en okkar skýrsla er ekki komið fram og við viljum fá svona skýrslu. Í kjölfarið hefur verið talað var einhver eitt sem bara ábyrgð á að greiða sanngirnisbætur. Er þetta eitthvað sem skiptir máli fyrir ykkur? Nei, ég get ekki sagt það. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst að skoða hvað var gert í aðdraganda flóðsins og hvað getum við lært af því. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis þá á þingstörfum að ljúka í dag. Þingfundur stendur enn og líklega verður fundað fram undir miðnætti eins og síðustu daga. Magnús Geir Eyjólfsson, þú ert á Alþingi, sér eitthvað til lands? Já, það gerir það nú en þingmenn eru þó ekkert á leiðinni frí í kvöld. Forseti Alþingis, hann tók starfsáætlun þingsins úr sambandi í morgun fyrst og fremst fórsins vegna því að það var fyrir sig að það þyrfti nú einhverja daga til viðbótar að klára þingstörfin. Bjartsýnustu menn hér inni segja mér að þetta geti klárast á morgun síðasta lagi á föstudag en það getur nú alltaf orðið einhverjar uppákomur. Nákvæmlega, en mörg máli eru afgreidd þessa síðustu daga þingsins fyrir jólin. Hvaða máli eru þau núna að renna að færibandinu? Já, þetta eru eingöngu mál sem eðli málsins samkvæmt þarf að klára fyrir áramót. Það eru að tala fjárlögin og svona frumvörp þeim tengt. Og svo er það kílómetragjaldið sem á að taka gildi áramót. Það er komið í 3. umræðu en það eru engu síður haldnar innblásnar ræður það þótt að tækifæri til að breyta því, það er fyrir bí. En það verður óbreyttu svona greitt atkvæði þá á morgun í síðasta lagi á föstudag en önnur svona ótímasett mál þau bíða fram á yfir áramót. En er hægt að segja að þetta þing sé búið að vera afkastamikið? Já, það fer svona eftir því við hvað er miðað. Við 2 síðustu þing, þá já, enda voru þau harla óvenjuleg. Veiðigjaldið tók yfir allt í vor og í fyrra vetur, þá var náttúrulega boðið til kosninga. Það er búið að samþykkja 27 frumvörp og það bætast eflaust nokkur við á morgun. Það var ekki mörg stór mál sem fóru í gegn frá ríkisstjórninni og líklega hefði hún viljað mæla fyrir fleiri málum. En til þess þá hefðu málin kannski þurft að koma fyrr fram. Það var ansi rólegt hérna í október og nóvember og þegar á að setja færibandið af stað þá er mjög auðvelt fyrir stjórnarandstöðuna að stífla færibandið til að mynda með því að tala í 18 klukkustundir bandorminn sem umræða sem alla jafna hefur tekið 3 tíma. En fyrir ríkisstjórnina er kannski aðalmálið að koma í gegn sínum fyrstu fjárlögum og fara svo að vinna eftir því. Þannig að það verður nóg að gera eftir áramót. Já, bæði þarf að klára þau mál sem núna þegar hafa verið lagð fram og svo ef við lítum á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar þá eru ansi mörg mál sem eru líkleg til að verða mikið rædd og gætu orðið umdeild og eins og við þekkjum þá þarf ekki nema 1 veiðigjald eða eina bókun 35 til að allt fari úr skorðum. Nákvæmlega, þú hefur svo sannlega rétt fyrir þér sem Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Takk kærlega fyrir þetta. Navid Akram, annar þeirra sem yrtu 15 í skotárás á Bondi-strönd í Ástralíu á sunnudag, hefur verið ákærður fyrir morð og hryðjuverk. Lögreglan í Nýja Suður Wales segir að Akram hafi ætlað að drepa, valda alvarlegum skaða og hætta lífi fólks í þágu trúarlegs málstaðar og til að skapa ótta í samfélaginu. Faðir hans tók einnig þátt í árásinni en var skotinn til bana af lögreglu. Fjöldi fólks kom saman á minningarathöfn í Sydney í gær. There's no one in the community who isn't still stunned. And I think the best reaction that a lot of us have discussed today is that we are shocked, but not entirely surprised. The battle against anti-Semitism has been around for a long period of time. We've called out and will continue to call out. We'll work with the community. I had discussions with community leaders last night. We'll do whatever's necessary to work with the community to stamp out the scourge of anti-Semitism. Síðustu risapöndurnar í Japan, tvíburarnir Sao og Lei verða sendir til Kína í janúar. Í fyrsta sinn í hálfa öld verða engar pöndur í Japan. Japanar hafa flykkst í dýragarðinn í Ueno til þess að sjá pöndurnar í síðasta sinn. Þetta var ákveðið í skugga versnandi samskipta Kína og Japans eftir ummæli forsætisráðherra Japans í nóvember. Þá sagði hún að ef Kína myndi ráðast á Taívan gæti það réttlætt að senda þangað herlið. Ummælin hafa vægast sagt komið illa við stjórnvöld í Kína sem hafa ítrekað krafist þess að þau verði dregin tilbaka, nú síðast á blaðamannafundi í morgun. 日方应该做的是认真倾听和深刻反省，而不是在国际上四处狡辩游说、自讨没趣。我们敦促日本一些人停止操弄
虚假叙事，正视历史，反思纠错，收回谬论，践行承诺，给中国和国际社会一个负责任的交代。挑衅国际正义，这让我们如何相信日方能恪守走和平道路的承诺？ Kristín Ingvarsdóttir, dósent í japönskum fræðum, vertu velkomin til okkar. Já, samskipti Kína og Japans hafa lengi verið viðkvæm, en afstaða forsætisráðherrans núna gagnvart Taívan, hún óvenju hörð? Ummælin í sjálfu sér eru kannski ekki óvenjulega hörð. Það eru fordæmi fyrir svipuðum ummælum og Takaichi hefur lagt áherslu á að ummælin séu bara í samræmi við japansk lög. En það eru aftur á móti óskrifa samkomulag milli Kína og Japan að ræða ekki málefni Taívans í tengslum við öryggismál. Það vel þekkt að Takaichi sjálf, hún hefur mjög náin tengsl við Taívan og þess vegna það skýrir að hluta til þessi harkalegu viðbrögð Kínverja þegar hún lýsir yfir í japanska þinginu að ef það yrði ráðist á Taívan þá geti Japan túlkað það sem ógn við eigið öryggi og það þá gæti réttlætt að Japan beiti sínum eigin hersveitum. Og þetta svona það sem kannski talar almennt ekki mikið opinskátt um. En þessi ákvörðun að kalla síðustu pöndurnar aftur heim, þetta ákveðin birtingarmynd, en eru þeir fleiri? Já, þetta búið að vera ganga mikið á núna í samskiptum landana. Strax daginn eftir ummælin, þá ræðismaður Kína í Ósaka sem birtir mjög óviðeigandi ummæli á samfélagsmiðlum sem margir hafa túlkað sem svo að hann vilji láta beinlínis afhöfða forsætisráðherrann. Þetta var náttúrulega bara stórt diplomatískt atvik. Síðan hafa kínversk stjórnvöld, þau hafa hvatt eigin landsmenn til að ferðast ekki til Japans og á menningarsviðinu þá hefur vakið mikla athygli undanfarið að stórum tónleikum, frumsýningum, kvikmynd á þess að þar hefur verið aflýst. En svona rétt í lokin, hvað gerist næst? Getur þetta undið upp á sig? Já, þetta er ekki búið. Kínamegin þá minnast Kínverjar nú að 80 ár eru liðin frá því að Japanir gáfust upp í seinni heimsstyrjöld. Þetta svona ýfir upp gamlar og slæmar tilfinningar. Japansmegin hefur Takaichi ekki viljað taka ummælin tilbaka. Þannig að þetta er ekki búið. Þessu ekki lokið. En Kristín Ingvarsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Takk fyrir. Einn afdrifaríkasti leiðtogafundur Evrópusambandsins í langan tíma hefst á morgun, þar sem tekið verður afstaða til áforma að setja saman meira en 200 milljarða evra lán til stuðnings Úkraínu. Lánið byggir á fjármunum rússneska seðlabankans sem frystir hafa verið í evrópskum bankastofnunum, aðallega í Belgíu. Stjórnvöld þar og í fleiri aðildarríkjum hafa hins vegar gert athugasemdir við þessi áform og enn verið að semja skilyrðin, þannig að nægur stuðningur sé fyrir hendi þegar fundurinn hefst á morgun. And there is no more important act of European defence than supporting Ukraine's defence. The next days will be a crucial step for securing this. It is up to us to choose how we fund Ukraine's fight. We know the urgency, it is acute, we all feel it, we all see it, because just as peace negotiations are stepping up, so is intensifying the Russian barrage of attacks. Halldór Blöndal, fyrrverandi alþingismaður, ráðherra og forseti Alþingis, látinn 87 ára að aldri. Hann lést á Landspítalanum í fyrrinótt. Halldór Blöndal fæddist í Reykjavík 24. ágúst 1938, sonur hjónanna Lárusar H. Blöndal og Kristjönu Benediktsdóttur, en hún var systir Bjarna Benediktssonar sem lést í embætti forsætisráðherra árið 1970. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri 1959 og las lögfræði og sagnfræði við Háskóla Íslands. Halldór kom víða við áður en hann tók sæti á Alþingi sem varaþingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkin árið 1971. 15 vertíðir í Hvalstöðinni í Hvalfirði, kennsla á Akureyri og í Reykjavík og hann starfaði sem blaðamaður á Morgunblaðinu með hléum frá 1961 til 79. Hann var kjörinn á þing 1979 og sat þar til 2007 í tæp 30 ár fyrir Norðurland eystra og frá 2003 fyrir Norðausturkjördæmi.
Halldór var landbúnaðar- og samgönguráðherra 1991 til 1995 og samgönguráðherra 1995 til 1999 í ríkisstjórnum Davíðs Oddssonar og forseti Alþingis frá 1999 til 2005. Háttvirtir alþingismenn, ég þakka hæstvirtum starfsaldursforseta Páli Péturssyni hlý orð í minn garð. Ég þakka alþingismönnum fyrir það traust sem þeir hafa sýnt mér með því að kjósa mig á ný forseta Alþingis. Halldór Blöndal gegndi fjölmörgum trúnaðarstörfum og var meðal annars formaður samtaka eldri sjálfstæðismanna 2009 til 2024. Þá var Halldór landsþekktur hagyrðingur. Hann nú á heimavelli, Hákon Aðalsteins. Hefur oft á hálu svelli hnotið sér til minns. Fyrri kona hans var Renata Brynja Kristjánsdóttir, þau eignuðust 2 dætur. Seinni kona Halldórs var Kristrún Eymundsdóttir, þau eignuðust 1 son og fyrir átti Kristrún 2 syni. Eldur kviknaði í Tívolíinu í Kaupmannahöfn í dag. Þar logaði stund í þaki Pantomime leikhússins en engar fregnir slys á fólki og skemmdir minni háttar. Svæðið í kring var rýmt og Vesturbrókað lokað næst Tívolíinu. Slökkvilið náði fljótlega tökum á eldinu sem var bundin við þak hússins. Talið að kviknað hafi í þakinu út frá rafmagni. Það óþarf að eyða í nýtt drasl sem endar á haugunum, segir viðskiptavinur góða hirðisins sem Fréttastofa hitti í jólagjafaleiðangri í dag. Ert þú að versla jólagjafir? Já, sko bara segja það. Hvað ertu að kaupa? Ég vil til og með skoða þetta. Þetta er Universal Stupid. Getur þú sagt mér hvað þetta er? Mér sýnst þetta að vera vifta, hvolpasveitar, dót, bækur eða jafnvel útifutt eins og þessi fína úlpa. Allt þetta er eitthvað sem er tilvalið í jólapakkan en er í lagi að það sé notað. Þetta er ekki notað einu sinni, sko. Sér það merkimiðin á þessu. Í fréttum okkar í gær var sagt frá því að færst hafi aukana í Danmörku að fólk kaupi notaðar vörur á netjamörkuðum og gefi í jólagjöf. En er það raunin hér? Já, það kemur til, en ég vildi í raunin að væri meira af því. Ég hef unnið hérna í 4 ár og mér finnst það að vera algengara. Mér finnst að salan okkar í desember sé búin að hækka alveg töluvert á seinustu árinu. Það var kvittunum. Í góða hirðinum hefur velta aukist 20% milli ára frá miðjum nóvember til 15. desember. Í fyrra var keypt þar fyrir tæplega 48 milljónir á þessu tímabili og í ár eru það rúmlega 57. Ert þú að kaupa jólgjafir? Já, ég er að gera það. Já, við erum að versla á litla gaurin. En jólagjafir, kaupir þar í loppinni? Nei, ég var búin að versla þar. Vantaði bara jólapus. Hvað þá helst myndir kaupa hér fyrir jólin? Sko, ef fólk ætti nú geislaspilara, þá er nú ýmislegt. Ég meina oft kaupi ég handa börnunum mínum og svona þeim sem ég þekki vel sem ég veit að myndi örugglega ekki skila því. Minnur reynslega já. Og hefur reynst bara mjög vel að kaupa alla jólagjafirna hér. Það er ekki hægt að skila þeim? Nei, það er það eina. Tekur sem skilagjöf, skilaði bara henni aftur. Bara margt af því líka sem að kaupi fyrir börn, þú veist, það er ekki nota kannski það langan tíma, þannig að það er bara, skiptir ótrúlega miklu máli að við séum ekki að kaupa endalaust nýtt. Ferði í búð og það er bara allar stærðir af öllu. Þetta er auðvitað miklu einfaldara að sjálfsögðu, en það er ekki endilega betra. Myndu þið vilja fá notað jólagjöf? Já, ég held að vera alltaf læg. Maður veit ekkert af því. Ég veit ekki. Jú, já. Ég bið oft það og já, hef valið mér notaðar. Ég held að ég sé í notuðum buxum sem ég baði í jólagjöf í fyrra. Það er eitthvað hlýtt við það að vera með eitthvað sem einhver annar hafiði og það er svona saga kannski á bak við það. Það er einhvern veginn, ef ég sé svo er það pínu nýtt búið að missa svolítið marks en það búið að taka tíma. Mér finnst nota bara betra og ná þarf að vera að eyða í eitthvað nýtt drasl sem fer á haugana. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að taka stöðuna á þinginu. Það hefur tekst á þingstörfum síðustu daga fyrir jól sem nú svo sem árlegur jólasiður. Við ætlum að fara yfir helstu ágreiningsmáli með þeim Sigmari Guðmundsssyni, þingflokksformanni Viðreisnar og Bryndísi Haraldsdóttur, þingmanni Sjálfstæðisflokksins og svo kynnumst við dönsku konunni, titilpersónu sjónvarpsþátta sem hefja göngu sína hér áramót. Mjög mikið Kastljósi, takk fyrir þetta Bergsteinn. Við ætlum eins vegar að líta til veðurs.
Það verður norðaustan hvassviðri á norðvestanverðu landinu í kvöld og gul viðvörun í gildi á Vestfjörðum vegna hríðar en veðrið þar gengur niður á morgun. Annars staðar verður hægari austlæg átt og víða skúrir eða slydduél en það dregur úr úrkomu á morgun og birtir víða til. Hiti breytist lítið en nánar verður fjallað horfurnar að loknum íþróttafréttum. Dregið var í 8 úrslitum bikarkeppninnar í körfubolta í dag. Stór lið mætast og geta því fallið úr keppni, bæði í karla- og kvennaflokki, en leikið verður í upphafi nýs árs. Í úrvalsdeild kvenna í körfubolta lokaumferðin fyrir jólafrí nú í gangi. 2 toppliðadeildarinnar mættu 2 botliðunum í gær, en umferðin lýkur í kvöld. Og Snorri Steinn Guðjónsson kynnir landsliðshópsinn fyrir Evrópumótið í handbolta á blaðamannafundi á morgun. Sérfræðingar stofunar á RÚV hafa valið þá sem þeir myndu taka með á mótið. Þetta og fleira í íþróttum. Það var helst í þessum fréttatíma að læknar vildu en fengu ekki að tilkynna lögreglum ítrekað ofbeldi sem kona beitti foreldra sína mánuðum saman. Formaður læknafélagsins vill rýmri heimild til að kæra ofbeldismál til lögreglu. Flateyringar sem lentu í snjóflóðinu 1995 kalla eftir sambærilegri rannsókn í Súðavík. Það snúist hvorki sanngirnisbætur né að finna sökudólg, heldur hvaða lærdómi í draga af atburðinum. Traust almennings til þjóðkirkjunnar rýkur upp og ánægja með störf biskups hefur ekki verið meiri í yfir 20 ár. Biskup segir mikilvægt að kirkjan taki þátt í samfélagsumræðunni. Deila Kína og Japans vegna ummæla forsætisráðherra Japans Taívan með þeim verri í langan tíma. Ein birtingarmynd þess að síðustu risabændurnar sem eftir eru í Japan verða sendar til Kína í janúar. Þessum fréttatíma að ljúka og það kom að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum af þessum degi. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Kiljan fyrir löngu orðin